Það með ólífuolíu og lagni. Leiðinlegu vinirnir. Leiðinlega áhugamál, leiðinlegar samræður, leiðinlegir menn, hvor á sinn hátt. Þeir eru leiðinlegu vinirnir. Blessaður. Já, hæ. Heyrðu, nú má ég eiginlega ekkert vera að því að tala við. Nú, af hverju? Ég er í alveg rosalega skemmtilegri umræðum Evrópumál á málefnin.com. Já, þú kemur náttúrulega ekki að tómum kváðanum. Hvenær ætlar að skila mér vídeóspólunum með viðtölunum við Jón Baldvin Hannibalsson? Já, ég skilaði þeim eftir helgi. Svo er ég að fara upp í Lögberg á málþingum áhrifum ofbeldis í sjónvarpi á unglinga. Skemmtileg tilviljun. Ég er einmitt búinn að vera að skrifa leikrit þetta mál sem ég ætla að reyna að fá upplesuð upp í Borgarleikhúsi. Ekki nefna Borgarleikhúsi. Ég verð að komast á lúnu með íslenska dansflokknum. Ég er búinn að heyra svo margt gott þá sýningu. Já, frábært. Þannig örugglega komin þessi skemmtilegi sölumæður frá tryggingamiðlum. Ég hef einmitt svo mikinn áhuga á líf- og sjúkdómatryggingu og hvernig hún kemur til með að ávaxtast með árunum. Það er komið að framhaldsleikritinu Hljómsveitin Kleópatra. Hressir krakkar, Sveitaböll og frægð. 7. þáttur. Við erum stödd í sjónvarpsþætti Gísla Marteins. Komið þið sæl og blessuð hér á þessu laugardagskvöldi. Gestir mínir eru af mörgum toga en áður en ég byrja þá langar mig að lesa hérna nokkur bréf sem þættinum hafa borist. Elsku Gísli okkar, þú ert stórkostlegur sjónvarpsmaður og sexy. Og þetta skrifar stjórn félags eldri borgara. Og hérna er annað bréf. Til hamingju Gísli, þú ert stjarna. Kvennakór eldri borgara. Já, það er ekki amalegt að fá klapp á bakið öðru hvoru og það frá gamla fólkinu. En fyrsti gestur minn í kvöld er landsþekkt söngkona sem ekkert hefur heyrt í nokkur skeið eða allt frá því að dúett nokkur sem hún tilheyrði gaf upp öndina. En hún er komin á stað með nýja sólóplötu og ég ætla ekki að halda ykkur áhörundum í meiri spennu. Þið eru gamalt fólk og getur fengið hjartaáfall. Við skulum bjóða hana velkomna, Katrín! Velkomin Katrín. Takk. Nú varst þú annar hluti duettsins Kalli og Katrín. Já, betri hlutin. Já, sem ég myndi segja það. Býtu, einhverjir sem segja eitthvað annað. Já, nú varst þú á dögunum kosin kynþokka fyrsta konan. Hvernig var það? Já, ég lít nú bara að það sem sjálfsagðan hlut. Já, nú ert þú óumdeilanlega fögur kona. Takk, Gísli. Þú ert nú líka kynþokkafullu maður. Ég veit það nú ekki. Hvað, þetta láttu mig dæma það? En þú ætlar að flytja núna fyrir okkur lag sem þú samtir alveg sjálf. Já, á nokkurar hjálpar. Gjörðu svo vel. Takk. Katrín, það heiti ég kem hér til þín. Mig langar að leika mér, elsku ástin mín. Á sama tíma á heimili Kalla í Keflavík. Ég trúi þess ekki. Hún er að stela laginu sem ég samdi hana fyrir Kalla og Katrínu. Ætli fólk sjá ekki gegnum þetta? Mér finnst þetta bara fallegt lag. Já, en þetta er sama lagið og í digital heimi. Ég á eftir að kæra þetta, ekki spurning. Nei, slakaðu nú á, Kalli. Nei, í alvöru talað. Halló? Blessaður, Beggin hérna. Já, blessaður. Ertu að hlusta þetta hana á Gísla Marteini? Já, flott lag hjá henni maður. Þetta er stólið! Já, Kalli minn, þú verður bara að fara að gleyma þessari kettingu. Þú ert komin með nýja kettingu og hún á miklu meiri framtíð fyrir sér. Katrín, það heiti ég heiti það, já Katrín, já Katrín. Ég búinn að læna hérna upp nettum pakka maður. Hvað er það? Viðtal við Séð og Heyrt og viðtal við FM á þriðjudaginn. Þetta eru æðislega fréttir. Þetta er ekki búið. Ég var að koma að fundi með Þresti 3000. Hæ? Kidda Bigfoot og Heiðari Austmann. Vá, maður, ég trúi ekki. Þeir eru að pæla í að nota sumarlagið okkar sem þemalag í sumar, Kalli. Kalli! Missið ekki af framhaldsþættinum hljómsveitina Kleópatra. Hvað mun gerast í næsta þætti? Munu krakkarnir mæta á FM? Hvað mun Þröstur 3000 segja við þau? Eða munu þau kannski ekki mæta? Og hvað verður Katrínu? Þetta og svo margt fleira í næsta þætti af Hljómsveitin Kleópatra.